förum í næsta mál og fundurinn hefur sammælst það að taka 7. mál og 8. mál undir einni umræðu sem umræðan plastpokalaust Reykjavík og tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks takmörkun innkaupa á vörum sem innihalda plastlagnir. Og þá tökum fyrstur til máls borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti og borgarfulltrúar. Við ætlum að taka hér til umræðu plastpokalausa Reykjavík. Plastnotkun ógnar umhverfi og heilbrigði okkar allra og það því algjör skylda okkar hér að ræða þessi mál og fjalla hvernig má bregðast við. Reykjavíkurborg hefur samþykkt ákveðna stefnumörkun en það eins og með ýmsa stefnumörkun þá henni ekki fylgt nógu vel eftir. Það er skrifað í skýrsluna að það eigi að grípa til alls kyns aðgerða en að okkar mati verður ekki séð að slíkt hafi gerst. Ef að við ætlum að beina kröftum okkar í að gera Reykjavík plastpokalausa, þá verðum við að setja fjármagn í þau verkefni. Þess vegna viljum við sérstaklega taka svo umræðu núna, því að þessa mundir er að leggja vinnu í fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 og ég minni á að það til aðgerðaáætlun til 2020, þar sem meðal annars koma fram þær aðgerðir sem við höfum samþykkt að fara í þó lítið bóli á þeim. Þá þarf að setja fjármagn með verkefnum ef einhver kraftur á að fara í þau. Það er bara svo einfalt. Við lögðum fram fyrirspurn í sumar í borgarráði sem hljóðaði svo með leyfi forseta. Óskar eftir upplýsingum hvaða skref Reykjavíkurborg hefur tekið til að stemma stigu við notkun plasts í borginni. Svarið var á þá leið að það gefur tilefni til frekari umræðuna en þar er minnst á að Sorpa hafi dreift fjölnotapokum til að draga úr notkun burðarpoka en það er varla hægt að segja að neitt annað fjalli þá hlið sem við viljum helst ræða hér og það er ekki hvernig við förum með úrganginn heldur hvernig við förum í forvarnir og hvetjum fólk til þess að hætta notkun plasts eins og mögulegt er. Við getum líka rætt hvort að við eigum að setja einhver bönn og hvernig við munum þá geta sett þau bönn. Við erum opin fyrir þeirri umræðu, en hún þarf að eiga sér stað. Hún þarf að eiga sér stað og það er ágætt að byrja hér. Mér langar til að mér langar til að lesa hérna opið bréf til Íslendinga sem er reyndar á vefsíðu samtaka plastpokalausa Laugardal. Og þau samtök leituðu mig til borgarstjóra fyrir 4 árum síðan, í október held ég. Þannig að það eru akkúrat 4 ár síðan. Þau héldu fund með borgarstjóra sem tók þá svona jákvætt í verkefni en svo gerðist ekkert og að þeirra mati, ég hef heyrt í talsmönnum þessara samtaka aftur, og að þeirra mati er ekkert að gerast í þessum málum í Reykjavík. Þannig að við skulum bara fara aðeins yfir þá stöðu. En við langar til að byrja á því að fá að lesa hér úr bréfinu með leyfi forseta. Á hverjum degi fellur til ótrúlegt magn úrgangs úr plasti í veröldinni. Þar fara framarlega í flokki inn í sívinsælu plastpokar en talið er að 1 trilljón plastpoka skili hlutverki sínu á heimsvísu á hverju ári. Ef litið á Ísland eitt og sér notum við árlega 50 milljónir burðarpoku plasti sem ekki brotna niður í náttúrunni fyrir utan allt annað einnota plast.
Þessi gerviefnanotkun er bæði óþörf og óábyrg gagnvart náttúrunni. Hvers vegna? Vegna þess að hefðbundnir plastpokar brotna ekki niður og eyðast lífrænt, heldur molna þeir á mjög löngum tíma niður í smærri plasteiningar sem að endingu verða svokölluð plastreki. Þetta plastrik endar í sjónum, best með regnvatni, ám, foki, urðunarstöðum nálægt sjó og svo framvegis og blandast að lokum við fæðu, fugla og fiska. Oftast deyja dýrin vegna plastáttsins en ef ekki menga þau alla fæðukeðjuna og þannig hitti plastið okkur sjálf fyrir þegar við nærumst á menguðu fiskmeti og kjöti. Þessu til viðbótar má nefna að það þarf rúma 800.000 lítra af olíu til þess að framleiða þær 50 milljónir plastpoka sem við Íslendingar notum árlega og þá má rétt ímynda sér orkuþörfina á heimsvísu. Með þessu er gengið að óþörfu á olíuforða heimsins á viðkvæmum tímum þegar sjálfbærni ætti að vera dagskipunni. Víða erlendis hafa neytendur tamið sér að hafa meðferðis margnóta innkaupanet eða taupoka þegar þeir skreppa í búð. Þessi hugsunarháttur hefur því miður ekki enn náð að festa sig í sessi hér á landi, hvorki meðal neytenda né kaupmanna. En nú er komin tími til. Þetta er nefnilega svo sára einfalt. Í stað þess að kaupa hugsunarlaust 2-3 plastpoka í hverri ferð í stórmarkaðinn er bæði ódýrara, þægilegra og grænna að hafa með sér sterka og margnóta burðarpoka. Einnig er nú víða hægt að kaupa hérlendis tegundir af plastpokum sem brotna lífrænt niður í náttúrunni, þótt það virðist ekki vera öllum kunnugt. Í raun ætti notkun hinna óþolandi lífseigu plastpoka að vera orðin óþörf því aðrir möguleikar eru til staðar. Þess vegna langar okkur, segja samtökin, með þessu bréfi að hvetja alla Íslendinga, almenning, verslunarfólk og stjórnmálamenn til þess að hrista nú loksins af sér plastið. Og tilvitnun lýkur. Mig langar bara að taka þeirri áskorun með því að hefja þessar umræður hér. Með fundargögnunum ákvað ég að fá leyfi til að setja inn tengil á vídeó þar sem farið er yfir þessi mál á svona ágætan hátt, þar sem leikarinn Jeff Bridges fer í gegnum plastpoka mengun og hvert við erum komin í því öllu saman og það er hægt að sjá það á vefnum sem sagt. En það var víst ekki hægt að horfa á þetta hér í salnum. Nú fyrir skömmu þá kynnti ríkisstjórnin aðgerðir til að draga úr notkun plastpoka. Og það var Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra sem að fól í fyrsta lagi starfshópu til að fara í gegnum þá vinnu og sá hópur skilaði tillögum sínum í júní og í kjölfarið var búið til var sú vinna að samkomulagi milli ráðuneytisins og samtaka verslunar og þjónustu. Þetta samkomulag felur í sér að samtök verslunar og þjónustu munu fara með í það verkefni að draga markvisst úr notkun léttra burðarplastpoka. Ríkisstjórnin hefur því staðið sig ágætlega, hefur tekið þarna höndur saman við sterk félagasamtök og munu vinna því og þar liggja fyrir tillögur og aðgerðaáætlun og tímasett plan hvernig á að ganga í þessi mál. En hvernig ætlar svo Reykjavíkurborg þá að fara í þessi mál? Nú er til, eins og áður sagði, aðgerðaáætlun í úrgangsmálum til ársins 2020. Aðgerðaáætlun í úrgangsmálum fjallar að mestum hluta hvernig við nálgumst og meðhöndlum úrgang, en ekki þann hluta sem snýr að takmörkun við notkun efna eins og plasts sem menga. Þrátt fyrir að það sé mjög gott og gilt að vilja endurvinna sem mest og gera sem best við úrgangsmeðhöndlunina, þá er það samt svo að það eru aðeins 14% plasts endurunnin í heiminum. Það eru bara 14%. Þannig að við þurfum að leggja miklu meiri áherslu á hinn hlutan sem eru forvarnirnar og að takmarka notkunina.
ef ég bregð mér nú aðeins inn í þessa aðgerðaáætlun sem til sem Reykjavíkurborg samþykkti hér fyrr á þessu ári, þá eru þar svona 10 stefnumið og af þeim 10 eru 3 sem að fjalla forgangshlutann. En þar segir að úrgangsstjórnun Reykjavíkurborgar hvetji til vistvænna neysluhátta íbúa og gesta. Áhersla verði lögð á úrgangsforvarnir í allri ákvarðanatöku úrgangsmál eða endurnotkun og vinnslu þegar forvarnir eiga ekki við og nægjusemi verði ávallt höfð að leiðarljósi í umgengni auðlindir. Auðvitað plaggi lengra og stefnumið en fleiri, en þetta eru þau sem snúa að því sem skiptir máli hér sem eru forvarnirnar. Ef ég fer aðeins svo betur í tillögurnar sem eru undir aðgerðunum, þá eru það 2 sem snúa beinlínis að plasti og plastnotkun. Sú fyrri, eða númer 4 þessar skýrslu, ber yfirskriftina við aðgerðir sem snúa forvarsvörnum og það vitundavakningum lágmörkun notkunar einnota umbúða verði hrundið af stað með margs konar aðgerðum. Nú veit ég ekki hvort að neitt af þessu hefur átt sér stað, allavega hvorki sem íbúinn í borgarfulltrúa hef ég fundið neitt fyrir þessum aðgerðum, ég heyrt á það minnst í fjölmiðlum eða í samskiptum við nokkurn mann í borgarkerfinu. Þannig að ég óska bara eftir því að farið verði yfir það, hvort að mér hefur yfirsett svona hrapalega eða hvort þetta við erum bara ekki komið lengra. Og ég myndi gjarnan vilja taka umræðuna þá þangað og eins með næsta sem að við förum í átak gegn plastpokanótkun í Reykjavík og hér stendur nú bara og hérna klausa sem bara mjög samsvarandi klausunni sem að ráðuneytið hefur í sínum aðgerðum og það sem að lesa svona almennt þetta, en það að hver Íslendingur noti 200 poka úr plasti á hverju ári og að fólk sé mjög tilbúið til að breyta því samkvæmt viðhorfskonunum meðal íbúa og vilji gjarnan gera það og það þarf greinilega bara einhverju svona, við þurfum að taka fastar á málum. Fólk alveg tilbúið að breyta þessu, maður finnur það bara það mjög jákvætt gagnvart því að við ræðum þetta. Fólk mjög til í að þessu gripi til aðgerða vegna þess að það þarf, ég held að þurfi ekkert voðalega mikið til. Hins vegar þetta aðgerðaáætlun til 2020 og nú á næsta ári árið 2017. Þannig að það nú ekkert langur tími til stefnu. Nú þessi aðgerðaáætlun samþykkt í janúar held ég á þessu ári, ef ekki fyrr. Þannig að það væri gott að heyra hvort að, eitthvað verið að vinna þessa vinnu eða var bara nóg að skrifa þetta og ef eitthvað í pípunum myndi ég gjarnan vilja heyra það. Mér finnst alveg ágætar tillögur sem að koma hérna fram sem eru þær sem til dæmis umhverfisráðuneytið hefur verið að beita að fara í samstarf við samtök, sterk samtök sem geta gert gagn. Ég meina og maður hefur séð það að það mætti líka tala við kaupmenn og tala við þá sem að framleiða vörur inn í búðirnar, að vera ekki að pakka þær í plast á óþörfu. Það stundum á óþörfu. Ég held að svörin sem að fólk hefur fengið til dæmis nei þeim pakkað inn í plast vegna þess að annars getur afgreiðslufólki ekki vita hvað varan kostar. Við þurfum að geta merkt grænmeti, þess vegna það pakkað inn í plast. Manni finnst það náttúrulega alveg fáránlega skýringar. Það hlýtur að vera hægt að gera þetta öðruvísi. Og þetta bara gert öðruvísi annars staðar. Þannig að þetta getur ekki verið afsökun sem að við getum tekið mark á. Þannig að sjálfsögðu hljótum við að vilja fara yfir hvort að sé ekki ástæða til að nú ef það fjármagn sem að stendur í vegi fyrir því að ekki meira gert í þessum málum og við sjáum ekki fram á það að Reykjavík verði plastpokalaus á næstunni nema að þetta verði þá eitthvað gert, þá munum við auðvitað næst leggja til að þessu verkefni fylgi fjármagn. En í fyrstu atriðinu ástæða til að ræða það hvort að og bara fá hugmyndir frá ykkur borgarfulltrúum hvort að við getum
hvort við getum ekki gert betur. Verðum við ekki að fara að setjast niður og svona finna út, ég meina, hvar getum við takmarkað hlutina, hvar eðlilegt að setja takmarkanir, jafnvel bönn, hvar eðlilegt að taka höndum saman við samtök, hvernig nýtum við best fjármunina til að ná sem bestum árangri og svo framvegis. Þetta verðum við að fara að ræða ef við ætlum í alvörunni að gera Reykjavík að plastpokalausri borg. Nú að því að það búið að skella hérna saman tveimur liðum frá upphaflegri dagskrá, þá langar mig að færa mig nú yfir úr umræðinni plastpokalausu borgina í tillögu sem við leggjum hér fram á fundinum takmörkun innkaupa á vörum sem innihalda plastagnir. En við viljum sem sagt að borgarstjórn samþykki að gerðar verði ráðstafanir til þess að takmarka þessi innkaup og þá þarf að sjálfsögðu að greina hvaða efni innihalda þessar agnir og gera einhvern lista og gera ráðstafanir þannig að innkaupastefna borgarinnar muni girða fyrir að borgin sé að nota þessi efni. Það sem ég veit ekki er að kannski, ég veit reyndar ekkert hvort að það mikið af vörum sem Reykjavíkurborg að kaupa sem innihaldur efnin, en mér finnst ástæða til að óska eftir því og bara það verði gert í þessum með samþykkt þessar tillögu að við fáum upplýsingar hvort svo sé. Ég meina, eru til dæmis sápur og annað í sundlaugunum, eru það snyrtivörur sem að innihalda efnin? Ég meina, það er einhver ástæða fyrir því að 100-falt meiri plastagnir fara út í sjó við Ísland heldur en við Finnland og Svíþjóð. Það er einhver ástæða fyrir því. Við hljótum að verða að koma staðinni. Reykjavíkurborg stórt fyrirtæki og þarf að bera ábyrgð og ganga fram með góðu fordæmi og allavega fara í þá vinnu að greina hvaða efnið eru, koma þeim fyrir inn í innkaupa takmörkununum og leggja þannig sitt að mörkum. En eins og bara flesti vita þá var skýrsla þessi mál kynnt á dögunum og ég held að okkur hafi nú flestum verið brugðið að sjá hversu mikið þetta vandamál og einhvern veginn slær mann strax að það þarf að taka strax til aðgerða, það þarf að gera eitthvað strax. Þetta er gríðarlega mikilvægt mál. Þess má geta að í því sambandi þá lögðum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í stjórn Orkuveitunar fram tillögu í stjórn Orkuveitunar ég skal bara lesa hana, hún bara hljóðar svo. Samkvæmt niðurstöðum norrænnar rannsóknar berst margfalt meira magn plastagna sem skaða lífríki hafsins losað út í sjó úr íslenskum skólphreinsinstöðvum en í Svíþjóð og Finnlandi. Samkvæmt mælingu 6,3 milljónum plastagna hleypt úr skólphreinsinstöðinni við Klettagarða á klukkustund. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að hreinsibúnaður skólphreinsinstöðva Veitna verði bættur sem fyrst í því skyni að lágmarka það magn plastagna sem berst þaðan út í sjó. Þessa tillögu lögðum við fyrir stjórnina í lok september síðastliðnum og hún bíður nú afgreiðslu þar, en Kjartan Magnússon borgarfulltrúi ítrekaði málið á síðasta fundi og bókaði. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja áherslu á að undirbúningur verði hafinn að því sem fyrst að efla hreinsibúna Veitna í því skyni að unnt verði að lágmarka magn plastagna sem berst út í sjó frá skólphreinsistöðvum fyrirtækisins. Slík vinna fari fram í tengslu við fjárhagsáætlun 2017, samanber tillögu Sjálfstæðisflokksins 27. september síðastliðinn. Við ætlum með þessum hætti að reyna að beita okkur sem fastast fyrir því að málið verði tekið alvarlega. Veitukerfið gæti þurft á einhverju bragarbót að halda, en við þurfum jafnframt að vinna við að bara takmarka þetta magn sem best.
með því að fá fólk til að hætta notkun þessar efna. Við þurfum að ræða allar leiðir, allar mögulega leiðir og svo þurfum við auðvitað að taka afstöðu til þeirra og velja úr hvert við viljum fara. En ég ætla ekki að hafa mál mitt lengra að svo stöddu og bara vona að hér verði góðar umræður og að borgarstjórn muni taka tillögu okkar takmörkunina vel. Áður borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir næst á mælendaskrá. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég ætla að þakka borgarfulltrúnum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur fyrir að hefja máls á þessari umræðu sem mjög mikilvæg og ég hef sjálf, þetta mér mikið hjartans mál vegna þess að þetta risastórt umhverfismál og þar getum við sem sveitarfélag brugðist við með ýmsum hætti og sem við höfum þegar gert og ég ætla að fara aðeins yfir það sem við höfum þegar gert en við getum auðvitað alltaf gert betur. Og að því sögðu þá ætlum við að taka vel í þessa tillögu sem að borgarfulltrúin bar upp og við ætlum að skoða hana betur og vísa henni þar með til meðferðar í borgarráði. En þetta í rauninni, eitt auðvitað að hafa plastpokalausa Reykjavík. Og hvernig getum við hrint því í framkvæmd og á hvaða stigum málsins og á hvaða vettvangi hrindum við því í framkvæmd. Svo aftur á móti það þetta örrusl sem að fer út í fráveitukerfinu sem líka alveg risastórt mál og það þá krefst þess að við skoðum veitukerfið okkar þannig að við getum fínsíað þessa örplastagnir sem að fara út í hafið. En örplast náttúrulega ekki bara í snyrtivörum og tannkremum, það kemur ekki bara úr flíspeysum, það kemur ekki bara af götunum með dekkunum, heldur þetta líka stórt plast sem brotnar út í náttúrunni og plast létt efni þannig að það getur flogið út allt, það berst með hafstraumum, það fer í holræsikerfið okkar, það fer í vötn og ár og flýgur með vindinum. Þannig að þetta í rauninni líka global mál, hvernig við tökum á okkar plastúrgangi. Og hér á vettvangi Reykjavíkurborgar þá höfum við gert ýmislegt. Við erum með góða aðgerðaráætlun en það mætti vissulega skoða hvernig við kaupum inn. En það ekki stóra málið þegar það kemur að örplastinu. Vegna þess að það eru neytendur sjálfir. Það þú og ég og við öll hin sem erum í borginni og út allt land, hvernig við kaupum inn. Það eru framleiðendur sem ákveða að setja þessi efni í vörurnar sínar og það síðan ríkið sem að verður að taka á þessu máli með einum eða öðrum hætti og þá, ef við tökum þessi dæmi, þá að banna til dæmis notkun eða innflutning á vörum sem að innihalda þessar öragnir. Þannig í rauninni málið þríþætt. Það eru yfirvöld, það eru framleiðendur og það eru við neytendur. Og allt þetta þarf auðvitað að vera í lagi. Og hvað getum við þá gert hér á sveitarstjórnarstiginu? Jú, og það sem við höfum gert líka. Það að við höfum samþykkt grænu skrefin, við höfum samþykkt vistvæn innkaup og við höfum samþykkt umhverfis- og auðlindastefnuna. Sorpa hefur líka aðgerðaráætlun. Við erum búin að koma grænutunnunni í gagnið. Það að stóraukast. Heimilin eru í auknum mæli að flokka plastið frá. Til samanburðar þá má til dæmis minnast á það að plastflokkunin hefur aukist frá 200, nú finn ég ekki töluna hérna hjá mér, en það eru 200 og eitthvað tonn af plasti frá 2015 upp í 500 og eitthvað tonn af plasti núna 8 mánuði ársins, í ár Þetta alveg gífurlega gott og ég held að borgarbúar, ég held að landsmenn allir séu að verða miklu meðvitaðri þá skaðsemi sem að plast hefur í náttúrunni. En gott og vel, við skulum fara aftur hérna yfir til dæmis eins og aðgerðaáætlunina í úrgangsmálunum sem að ég tel að sjálfstæðismenn
samkvæmt mínum heimildum, samþykktu ekki. Og þar eru nokkur þrep og við erum í rauninni 1. janúar að hefja fasa 2 sem er nokkuð róttækur fasi og þar verður átakið til dæmis gegn plastpokanotkun í Reykjavík hrundið af stað. Það í rauninni þá komið í farveg. Við erum líka með grænt bókhald sem á líka taka á þessu máli og þessi vistvænu innkaup sem ég nefndi hér áðan, þau í rauninni koma í veg fyrir það að Reykjavíkurborg sé að kaupa vörur sem innihaldar þessa plastagnir. Þannig að þær vörur sem eru vottaðar, þær innihalda ekki það efni sem oftast er verið að tala polyethylene, sem er líka hér til umræðu, varðandi það að við þurfum að fara að skoða hvort að hamla eða banna innkaup á vörum sem innihalda þessar plastagnir. En það er sjálfsagt að skoða hvort að það slæðist með. Það sem við höfum hins vegar ekki yfir að ráða að það eru starfsstöðvanir. Það eru til dæmis eins og leikskólanir og grunnskólanir. Við höfum ekki yfirsýnina þar og þar mættum við hafa yfirsýn miklu betur. Til dæmis eins og í leikskólabarnanna minna að þá skítu pollagalinn sem blautur og ógeðslegur, hann oft settur í plastpoka og svo hengdur upp á snaga. Og þetta í rauninni bara vani og þetta má alveg hugsa upp og nýtt og þá þurfum við í rauninni að hafa gott yfirlitskerfi hvernig keypt inn á þeim starfsstöðum sem hafa í rauninni sjálfstætt fjármagn og geta skroppið út í búð og keypt. Þannig að við þurfum að hafa eitthvað yfirlitskerfi og það mætti til dæmis innleiða. Og ég held að þetta sé gerlegt með því að taka innkaupastefnuna til skoðunar, hvar megum við gera betur, hvernig megum við lyfta umhverfisþættinum upp, hvernig megum við taka hann fram yfir til dæmis eins og það sem alltaf gengið út frá og það að ná fram hagkvæmum innkaupum. Það að ná fram þeim innkaupum sem kosta borgina minnst. Ég held til dæmis að umhverfisvottaðar vörur, þær þurfa ekkert endilega að vera dýrari, en þær eru auðvitað miklu betri fyrir umhverfið. Varðandi starfsáætlun umhverfis- og skipulagssviðs, að þá gert til dæmis í skrefi 1 sem nú þegar komið í framkvæmd, varðandi þessa þrepaskiptu aðgerðaáætlun sem við höfum samþykkt og komin af stað. Þá til dæmis gert ráð fyrir að vinnustaðir noti fjölnota burðarpoka við innkaup. Og við þurfum síðan bara núna í janúar 2017 að kanna hvort að þetta hafi gengið eftir með sómasamlegum hætti. Við erum auðvitað yfirvald sem okkur ber að hafa eftirlit með því sem við sannarlega samþykjum á vettvangi borgarstjórnar. Og ef allir vinnustaðir borgarinnar gangi inn í þetta verkefni eins og áætlað þá þetta risastórt skref og ég ber miklu vonur við það að þetta gangi eftir. Í skrefi 2 þá til dæmis gert ráð fyrir að vinnustaðinn kaupi ekki vörur sem innihalda örplast. Og þá erum við að tala ekki þessi stóru heildarinnkaup, heldur erum við að beina sjónum að litlu stofnununum, litlu stóru meðalstóru stofnununum. Þannig að það eru leikskólar og grunnskólar og það eru starfsstöðvar Reykjavíkurborgar og sviðin og svo framvegis. Mér langar bara aðeins að lesa upp úr drögum að starfsáætlun sviðsins umhverfis- og skipulagssvið fyrir árið 2017. Þannig er gert ráð fyrir þessari burðarplastnotkun að hún minnki stórlega eða hætti og svo eru önnur verkefni sem stuðla að lágmarki einnota umbúða. Og það líka þessar einnota umbúðir sem við erum að fást við, frauðplastið. Hvernig við pökkum matnum inn, hvernig það þægilegt að setja plastfilmuna yfir matinn svo hann haldist heitur. Þetta þurfum við svolítið að endurhugsa og þetta þurfum við að endurhugsa í tengsli við eldhúsin á vettvangi borgarinnar. En með leyfi forseta þá í drögum liggur fyrir að íbúar verði hvattir til að flokka plast og pappír og skila til endurvinnslu, meðal annars með því að upplýsa enn frekar fjárhagslegan ávinning heimila við að lágmarka magn blandaðs úrgangs. Vitundavakningu lágmörkun notkun burðarpoka úr plasti og annarra einnota umbúða verður hrundið af stað með margs konar aðgerðum og áhersla lögð á að koma í veg fyrir myndun úrgangs. Íbúar verða hvattir til að lágmarka fjölpóst.
Aðgengi að upplýsingum skilaleiðir fyrir endurnýtanlegan úrgang bæði fyrir íbúa og rekstraraðila, auki með áherslu á að úrgangur sé auðlind en ekki rusl. Og þetta, svo ég gera aðeins hlé, þetta hefur verið stefna okkar hér á vettvangi borgarinnar að breyta hugafæri fólks og breyta venjum fólks með meðal annars svona skilaboðum og auglýsingum. Lesturinn heldur áfram. Forseti, skil á lyfjaúrgangi verði kynnt sérstaklega og unnið að því að gera móttöku slíks úrgangs aðgengilegri. Einnig verður heimajarðgerð sérstaklega kynnt fyrir íbúum og farið verði af stað með tilraunaverkefni söfnun á nytjahlutum frá íbúum. Áfram verður unnið að uppbyggingu grenndarstöðva svo sem að því að fjölga grenndarstöðvum þar sem hægt að skila gleri og niðurgröfnum grenndarstöðvum verður komið fyrir á fjölförnum stöðum þar sem byggð hvað þéttust og landrými takmarkað. Úrgangsflokkum verður komið fyrir á fleiri almenningssvæðum í borgarlandinu og aðgengi að úrgangsílátum verður bætt í samstarfi íbúa til að tryggja heimilum betri og ódýrari þjónustu. Og ég get fullyrt að það er fjölmargt gert einmitt í þessum málum á vettvangi borgarinnar. Og því ber að þakka bæði yfirvöldum og starfsfólki vegna þess að hér hefur orðið risastór vitundavakning og það er brugðist við og það eru aðgerðir og það er verið að gera eitthvað. Við sitjum ekki auðum höndum hér. Svo er þetta auðvitað mál sem við þurfum að þrýsta á ríkið með að taka svolítið í fangið vegna þess að hér í júní 2016 þá skilaði starfshópur á vettvangi ríkisins skilaði starfshópur tillögum í rauninni sem miðuðu að því hvernig við getum hætt að nota plastpoka. Og í rauninni er það mjög þröngt sjónarhorn. Vegna þess að það er ekki bara náttúrulega plastpokarnir sem eru skaðvaldur í náttúrunni. Það eru líka einnota umbúðir. Það eru plastflöskunar, það eru plasthnífapörin. Nú nýlega hefur Parísarborg bannað einnota plast. Og gripið til aðgerða hvað það var. Og það eru fleiri lönd. Við skulum nefna Bangladesh sem var fyrsta í rauninni Bangladesh, ríki sem að búa 100 milljóna manna. Bangladesh er plastpokalaus. Og það var innleitt árið 2002. Og ef þau gátu gert þetta, þá hljótu við að geta gert þetta. En ég held að í þessu verkefni, þá þurfum við öll að vera meðvituð að við erum neytendur, við höfum áhrif, sveitarstjórnin þarf að grípa til aðgerða og ríkið einnig. Og það þurfa framleiðendur líka að gera. Við þurfum líka að hætta að framleiða plast og við þurfum að hætta að kaupa það. Varðandi þessa aðgerðar áætlun í úrgangsmálum sem að sjálfstæðismenn samþykktu ekki, þá er mjög gott yfirlit yfir aðgerðir. Og þar til dæmis segir í 5. lið átak gegn plastpokanotkun í Reykjavík verður hrundið af stað, en borgarfulltrúinn Áslaug María Friðriksdóttir, hún kom aðeins inn á þetta, en mér sýnist þetta vera að þetta fari sem sagt í gangi núna strax 2017 og standi til 2018. Þannig að þar er svo sannarlega verið að gera eitthvað. Annars fagna ég þessu. Við megum heldur ekki gleyma að hrósa fyrir það sem að sannarlega er vel gert og er í gangi. Og það ég ætla að nefna það hér að lokum. Við erum með grænu skrefin, við erum með vistvæn innkaup, við erum með umhverfis- og auðlindastefnun okkar og Sorpa hefur líka sett sér áætlun þetta. Já, ég held að ég hafi lokið máli mínu í bili. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur. Nei, hvað í gangi? Hann bara búinn að draga það tilbaka. Þá held ég að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir sé þá næst og síðust á mælendaskrá.
Forseti borgarfulltrúar, mér langar að þakka borgarfulltrúa Líf Magnúðardóttur fyrir ræðu sína og mér finnst alveg við förum mjög svona svipað í málin, í gegnum málin, fannst mér á svona okkar yfirferðum hér áðan. Hins vegar kannski, sko ég algjörlega sammála Líf, þetta snýst auðvitað yfirvöld eða ríkið taki til sinna ráða sem þau hafa gert og sett sína aðgerðaáætlun og meðal annars farið í samstarf við samtök að draga úr plastbókanotkunin í búðum og ég veit ekki með framleiðendur en það þarf svo sannarlega að gera það og líklega, það getur vel verið, líklega á það betur heima hjá Reykjavík. Það sem við höfum, hjá ríkinu fyrirgefið. Það sem við höfum náttúrulega hins vegar innkaupastefnan okkar og þar getum við haft veruleg áhrif. Og og þá ég að tala bara bæði plastpoka og bara plastnotkun, einnota umbúðir, hnífapör, plastflöskurnar þurfum við líka að skoða. Sumar borgir hafa sett bann við notkun plastflaska og bara fólk drekkur þar úr fernum en ekki úr flöskum eða áli sem eiginlega jafnvel getur verið umhverfisvænna og er það oft mun umhverfisvænna heldur en gler og plast. Sko, það sem mér fannst kannski og finnst svona í þessu öllu saman að Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi, minntist á að það væri, að hún geti fullvissa mig að það væri eitthvað í gangi. Það væri eitthvað í gangi hjá borginni. Og lesa upp úr aðgerðaáætluninni sem ég reyndar var akkurat að vísa til og við erum að lesa sömu kaflana hérna fyrir ykkur. En þar, þar kemur í raun og veru bara fram hvað Reykjavíkurborg getur gert en ekki hvað hún hefur gert. Og ég hef ekki, mér finnst eiginlega, ég siti svolítið uppi með svona tómt blað, það er ekkert svar á blaðinu. Þú veist, hvað hefur Reykjavíkurborg gert annað en það sem Sorpa hefur gert við að útdeila endurnýtanlegu pókunum í forvarnar hluta málsins. Þú veist, það er eiginlega, ég veit ekki hvort eitthvað getur svarað því, en mér finnst eins og svarið sé ekkert. Mér finnst eins og svarið sé ekkert. Að vísu er hægt að segja, jú, það er búið að ramma inn, við erum búin að ramma inn og setja aðgerðir og það eiga að fara í gang á næsta ári. Nú ef það er svo, hvaða aðgerðir eiga að fara í gang? Við erum að ljúka við fjárhagsáætlunargerðina. Ég myndi vilja fá að vita hvaða aðgerðir er að fara í gang. Fylgir þeim eitthvað fjármagn? Eða erum við bara alltaf að fást við orðin tóm? Þetta er þannig mál að við eigum bara að geta rætt það í mesta bróðerni og bara fundið út, til dæmis umhverfis- og samgöngusviðið með einhverja aðgerðir í skúfunum hjá sér sem ég hef aldrei séð þá, sem er að fara að hefjast núna á næsta ári. Og hvað kostar þær? Fylgir þeim fjármagn eða hvernig á að vinna þær? Og bara hvaða aðgerðir er þetta? Er þetta einhver samvinna? Ég meina það verið að tala hér, að vera að nefna hérna áðan að það væri verið að auglýsa hluti. Ég hef enga auglýsingu séð, bara sorry, enga. Þannig ég kalla þá bara eftir bara svörum það, hvaða aðgerðir hefur Reykjavíkurborg framkvæmt hingað til og hvaða aðgerðir eru í farvatninu. Ef það er rétt að það sé bara nóg að gerast í þessu máli. Já, annað sem ég vildi nefna að það talaði yfirlitskerfi. Ég held að það sé alveg rétt. Það væri afskaplega gott að hafa aðgang að kerfi þar sem væri hægt að sjá hvaða innkaup eru gerð með einhverjum heildrænum hætti, þannig að væri hægt að beita þeim allavega verkfærum eða tólum sem við höfum, sem eru þetta innkaupin sem vinnustaður
innkaupin sem vinnustæður og ég held að þau séu til, þau kerfi og það er kannski einhver sem veit meira það en ég og geti þá upplýst okkur hvort ekki verið hægt að nota þau kerfi til þess einmitt að ná betur utan þetta mál. Auðvitað erum við með græn skref og grænt bókhald. Ég meina, hvað með græna bókhaldið? Eru þessar agnir inn í því? Ég er ekki viss það. Þetta er tiltölulega nýtt. Það er tiltölulega nýtt að menn eru farin að gera sér grein fyrir því að þessar agnir og skilar hafa þessi gríðarlegu áhrif á lífríkið. Ég er ekki viss að grænt bókhald eins og það er skrifað núna bara náið utan þetta. Auðvitað getur það breyst og þá breytast væntanlega fyrir kerfið hægfara stað. En núna getum við alveg ákveðið, framundan er árið 2017. Við höfum til ársins 2020 að uppfylla þessa aðgerðaáætlun sem var samþykkt í borgarstjórn. Þó að sjálfstæðismenn hafi ekki samþykkt hana, þá var það út af öðru atriði sem í henni sem þá var mest rætt Okkur fannst ekkert athugavert við þær aðgerðir sem lagðar voru fram í sambandi við plastnotkunina og hefðum per se alveg samþykkt þær. Þannig að ég veit ekki, ég geng frá þessum umræðum með ekki fullvissu að það sé verið að gera hluti í Reykjavíkurborg sem einhvern veginn er að færa okkur inn í að verða plastpókalausari í Reykjavíkurborg, skulum við þá orða það. Og mér finnst svarblaðið hálf autt. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Líf Magnúadóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, auðvitað höfum við gert margt á vettvangi borgarinnar. Grænatunnan er eitt skýrasta dæmi það. Ekki rusl.is, kynningar herferðin sem var farin í þegar bláa tunna fór á stað, þegar græna tunna fór síðan á stað í framhaldinu. Borgarbúar hljóta að verða ansi meðvitaðir ef við einblínum bara þá á plastið og einnota umbúðir vegna þess að tölurnar sem ég var. 2014 þá fluttum við út 225 tonna plasti. Fyrstu 8 mánuði ársins 2016 þá þetta 518 tonn. Þannig að það hlýtur eitthvað að skila sér til borgarbúa þó að það skili sér kannski ekki til borgarfulltrúans. En það er ýmislegt gert á þessum vettvangi. Í umhverfis- og auðlindastefnunni í 8. kafla neysla og úrgangur þá stendur með leyfi forseta markmið. Dregið verður úr myndun úrgangs til urðunar og endurnýting og endurvinnsla aukin. Gert er ráð fyrir 80% af pappír og pappa, 60% af plasti og allur lífrænt niðurbrjótnarlegur úrgangur verði endurnýttur árið 2020. Við erum í fasa 2, við erum að fara inn í fasa 2 núna í upphafi árs 2017. Þá stöldrum við og við lítum tilbaka. Eru þessar áætlanir sem við sannarlega höfum samþykkt skilaðar árangri? Getum við gert betur? Já, ég persónulega tel að við getum gert betur. Ég held við ættum að taka innkaupastefnuna upp og endurskoða hana með tilliti til ýmissa þátta. En það er verið að vinna markvisst að þessari aðgerðaáætlun á vettvangi borgarinnar. Þannig að ég er nokkuð viss, eða ég hef að minnsta kosti nokkuð góða yfirsýn hvað við gerum vel og okkur ber að hrósa fyrir það og svo þurfum við auðvitað að halda áfram að gera betur. Það er alltaf þannig. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúadóttir lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Ég ætla bara að lýsa yfir ánægju minni með það að við séum sammála það og að borgarfulltrúi Líf Magnúadóttir sjáu ástæðu til að fara yfir innkaupastefnuna. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt af því það getur verið mjög sterkt tæki og ég er bara mjög ánægð með það. Og það er náttúrulega, talandi hrós, þá er svona smá hallast að ég fer að hrósa henni fyrir að segja eitthvað sem mér líkar. Passar ekki alveg, en já, við þurfum að hrósa fyrir það sem vel er gert, ég er sammála því.
eina sem ég vildi kannski leggja aftur áherslu á, að í máli mínu ég svolítið að skipta þessum málum í tvennt. Annars vegar erum við að fjalla hvernig við meðhöndlum úrgang þegar eitthvað orðið rusl. Hins vegar erum við að fjalla eitthvað sem ekki orðið rusl, heldur fólk getur sleppt að kaupa og með minni eftirspurn getum við vonandi minnkað framboðið og framleiðsluna og bara einhvern veginn fært okkur til betri vegar í öllum þessum málum. Það mjög mikil áhersla á úrgangsmálin hjá Reykjavíkurborg og það margt mjög vel gert þar, já. Hrós, mikið hrós, finnst mér fólk að eiga sem að hefur tekið þátt í að framkvæma það og innleiða þar allskyns góðu verkefni. Hins vegar þurfum við núna að fara að skoða hina hliðina á peningnum og það það sem við höfum ekki gert nógu vel. Það það sem við höfum ekki gert nógu vel og það það sem við þurfum til að geta sagt að við viljum stefna Reykjavík í að verða plastpokalausa borg eða þó ekki nema að væri plastpokalausari borg, sem kannski fyrsta skrefið. Það bara þannig að 14% plast endurunnið, hitt liggur í jörðu niðri, og það ekkert gott mál. Þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að svara andsvari og þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég hef nú svo sem ekki miklu við það að bæta sem að borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir gat hér áðan og borgarfulltrúar geta lesið aðgerðaráætlunina úrgangslosun og meðferð úrgangs sem að til umfjöllunar hérna ef maður rétt, framtíð úrgangsmála hérna í janúar þessu ári sem að svo ég bara get ekki staðist á frystingu að nefna eftir sem að sjálfstæðismenn treystu sér ekki til að styðja. Og það kemur skýrt fram í þessari aðgerðaráætlun, þar sem sagt tímasett ákveðin atriði og þar eins og kom fram hjá borgarfulltrúanum Líf Magnúðardóttur að þetta sett niður í 2 fasa og þannig að það liggur allt fyrir. Og ég líti á þessa aðgerðaráætlun sem sumu leyti sambærilega við aðalskipulag Reykjavíkur að þetta sáttmáli það hvernig við ætlum að hafa hlutina. Þannig að ég held að það að hafa samþykkt þessa aðgerðaráætlun skiptir verulegu máli í því hvernig við náum tökum á plastinu því að þá höfum við alveg skýra stefnu, skýra aðgerðaráætlun og skýra tímaáætlun. Og það gefur líka þá þeim sem að fylgjast með okkur og krítískt af því að þeir vilja ná sem mestum árangri í þessum málum eins og borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir færi á því að spyrja hvernig gengur. Og mér finnst að hafa komið fram ágætlega þessar umræður að það gengur rauninni ótrúlega vel. Söfnun plastúrgangs hefur gengið langt framar öllum vonum og mér finnst fullkomlega ástæðulaust að gera lítið úr því. Öðru leyti vil ég nefna það að fulltrúi borgarinnar eða fulltrúi umhverfis- og skipulagssviðs hefur tekið þátt í vinnu sem að í hópi sem var skipaður af umhverfis- og auðlindaráðherra í byrjun þessa árs til þess að koma með tillögur aðgerð til þess að draga úr notkun plastpoka og þar sem sagt var sett fram, það getur verið að þetta hafi komið fram hérna í umræðinu áðan, að það var sett ágætis áætlun þar á þeim vettvangi hvernig megi draga úr notkun plastpoka þannig að hún verði í árslok 2019
hér á landi ekki meir en 90 plastpokar en menn telja að þeir séu, sumir telja að það séu alltaf 500 plastpokar sem að hver notar á ári en sennilega talsvert lægra en svo kom hérna fram kannski 200 og að sú tala verði komin niður í 40 árið 2025. Og það líka alveg á hreinu að þessi plastpokanótkun sem við svona einangrum okkur við hana eða einbeitt okkur að henni, að þetta hluti af svona stærra vandamáli, þetta hluti af ákveðnum lífsstíl og ákveðnum lífsáttum, hvernig við kaupum inn kannski aðalega. Og ég segi það fyrir sjálfan mig þó ég veit að það gerir voða lítið gagn að segja persónulegar reynslusögur en mér veitist það mjög einfalt að sortera plast og fara í 93% tilvika með taupoka út í búð. Þannig að sem sagt, borgin hefur, eða fulltrúar borgarinnar og okkar ágætu sérfræðingar á þessu sviði hafa tekið virkan þátt í því öryggisvaldinu að móta aðgerðir til næstu ára, til næstu 10 ára og hafa þá held ég örugglega byggt á þeirri miklu greiningavinnu sem hefur átt sér stað hér. Út í hvaða, sem sagt, eins og ég segi, þá kemur þetta fram í þessar aðgerðaráætlun til hvaða ráðstafana á að grípa eða hvað ber að leggja áherslu á og ég tel að það sé bara mjög gott leðurljós til að byrja með og það eitthvað sem að við höfum í rauninni skuldbundið okkur til að fylgja og munum auðvitað gera það. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti á borgarstjórn. Hér eru ágætis brýningar í þessum efnum og að sjálfsögðu hárrétt að það að draga úr úrgangi ætti alltaf að vera forgangsmálið. Og það er að sjálfsögðu stefnumörkunin bæði hér og hjá Sorpu. Þar notast við svokallaðan úrgangsþríhyrning þar sem að lágmörkun ruslmyndunar eða úrgangsmyndunar er langefst og í hæsta forgangi, síðan kemur endurnýting, svo kemur endurvinnsla og svo síðast kemur það að farga hlutum. En samkvæmt aðgerðaráætluninni sem að hér hefur verið rakin, og ég ætla ekki að fara að blanda því inn í hver samþykkti hvað, það er ekkit aðalatriði hérna. Það er kannski aðalatriði hvað þessu hægt að vera sammála og þá sem sé eru ákveðnar aðgerðir tímasettar. Í fyrsta fasa var meðal annars farið í sérsöfnun á plasti við heimili og við grenndargáma og endurvinnslustöðvar og svo næst fyrirhugað samkvæmt áætluninni að fara í vitundavakningu gegn notkun á einnota umbúðum og gegn notkun á plastpokum sem að hefst á næsta ári. Í þessu samhengi má minna á að pælingin með sérsöfnun meðal annars að draga úr úrgangsmyndun af því að það vekur fólk svona til umhugsunar og vitundavakningar hvað það að láta mikið frá sér af tilteknum úrgangi. Þetta skilar sér náttúrulega ekki jafn vel og að fólk ákveði bara meðvitað eða að það sé farið í einhvers konar átak til þess að gagngert láta fólk hætta að kaupa eða nota ákveðna úrgangsflokka en það skilar sér að einhverju leyti. Það er svona hliðarverkun af sérsöfnuninni getur verið að fólk gagngert minnkar við sig í neyslu. Svo hefur hérna náttúrulega verið nefnt, borgarfulltrúinn Áslaug Friðriksdóttir nefndi
Svar það að Sorpa hafi verið að dreifa svona endurnýtanlegum pókum til að hvetja fólk til að nota þá og það er vissulega stefnan þar að draga úr plastpókanotkun en það er nú kannski ruglað svolítið umræðuna að svona stjórnendur þar hafa stundum blandað sér inn í hana þegar maíspókar berast í tal og svona gert lítið úr gildi þeirra og jafnvel þykjast hafa reiknað út að kolefnisfótsporið af maíspókunum sé að hærra en af plastpókum og þetta svona finnst svona segi ég sem stjórnarmaður og núna stjórnarformaður í sko fyrirtækinu finnst mér persónulega svona og hef komið því á framfæri kannski ekkert rétt að vera að blanda sér inn í umræðuna með þessum hætti og þess vegna væri mjög gott að hafa bara mjög skýrt umboð hér í borginni bara þvert á borgarstjórn það að hvernig við viljum hafa þetta og hvaða skilaboð við viljum að séum send og náttúrulega virkja hinn sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu sem eru aðilar að Sorpu með í því hver skilaboðin er að vera og hver stefnumörkunin er og jafnvel að því að Reykjavíkurborg er að draga vagninn að mörgu leyti varðandi þessi úrgangsmál að virkja þau til samstarfs í þessari stefnumótun og þessari sýn. Ég held að það væri mjög til bóta sko af því að hérna er verið að tala hvernig við getum farið fram á veginn. Ég get alveg tekið undir það að það mætti margt vera miklu skýrari í þessu og mætti setja meira kapp sérstaklega til dæmis í plasthagnar sem við höfum fengið kynningu í borgarráði hvað er mikið af meðan við önnur lönd þar sem að síunarbúnaðurinn er betri og þar sem að fólk er kannski meðvitaðri þessar ragnir og ég held að við þurfum að fara bara mjög vandlega yfir það hvaða tæki borgin hefur bæði áhrifavald og kannski bein boð og bönn til þess að hafa áhrif á þetta og hvaða því við erum það að beita. Takk fyrir. Það er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óskað eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarfulltrúar, ég ætla bara að þakka borgarfulltrúa Halldóri Auðari Svanssyni fyrir sitt innlegg í umræðuna. Og reynda borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsinni líka sem átti hérna orðið á undan honum. Mér finnst ennþá, þú veist, að verið sé, sko, þegar verið að svara að það sé mjög mikið gert og hérna mikið hefur verið gripið til bragðs að þá erum við að tala einmitt á úrgangsliðinni. Þá erum við að tala aðgerð á úrgangsliðinni og ég tek alveg undir það. Það er bara rétt. Við viljum hins vegar byrja að fjalla og fara að sjá og fá að vita til hvaða aðgerða stendur til að grípa á hinni hliðinni, á forgangsliðinni. Ég hef ekki heyrt neina aðgerð, en þá í öllum umræðum, enga. Ég hef enga hugmynd heyrt, bara að séu einhverjar til. Og þær verði komið fram einhvern veginn á næstu árum í fasa 2. Já, ég kalla nú, sko, ég veit að við getum lengt þessa umræðu lengi, en ég held að við þurfum að fara betur yfir þau mál og þá bara skýra það og ég tek undir það með borgarfulltrúa Halldóri Auðari Svanssyni sem kom nákvæmlega inn á það. Það má bara alveg skýra það til hvað aðgerða við getum greipið þar. Svo er það auðvitað stærri myndin og ég tek undir það líka. Það er mjög slæmt að vera að rugla umræðuna eins og með maíspókana. Maður heyrir það mjög mikið að fólk allt í einu hættir að kaupa þá. Telur þá í raun og veru bara einmitt skilja eftir sig stærra spor heldur en eða jafn stór spor eða spor sem var ekki þess virði að vera að skipta þeim inn fyrir eitthvað annað. Þannig að umræðan er erfið vegna þess að hún er mikið að breytast. Það er alltaf eitthvað nýtt og nýtt að koma í ljós og fólk greinir illa á milli vísindalegra upplýsinga og upplýsinga sem bara halda þér fram út í loftið. Og þar komum við inn, held ég sterklega, við eigum bara að hjálpa að geta skilið þar á milli og beitt okkur fyrir því og ég má veist ekki tala lengur. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá er ekki fleiri á mælendaskrá og telst umræðu lokið.
Við erum búin að klára umræðu plastpokalausa Reykjavík og við þurfum þá að bera upp tillögu Sjálfstæðisflokksins takmörkun innkaupa á vörum sem innihalda plastlagnir. Þá er lagt til að þeirri tillögu sé vísað til borgarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Hún er samþykkt samhljóma. Þá göngum við til 9. dagskrárliðar sem er